Ekki klukkan orðin? Nei, mér að heyra þess hér. Halló, 1, 2, 1, 2, halló. Þetta er ekkert frumlegur hug að segja. Ha? Já, með þetta í hug. Það eru 5 sekúndur í útsendingu. 4, 3, 2, 1. Góðir Íslendingar. Ég hef óskað eftir því að fá að ávarpa ykkur á þessari stundu. Nú þegar miklir erfiðleikar steðja að íslensku þjóðinni. Óboðslega er ég orðinn þreyttur á þessu rausi. Má ekki frekar bara telja í? 1, 2, 3, 4. Hérna kemur lítið lag sem ljómandi á við í dag. Don't worry, be happy. Ég veit að þetta er svolítið seint og samfélagið illa skeymt, en don't worry, be happy. Það stefnir allt í kalda kól, við sitjum hér á hlýra ból, en don't worry, be happy. Nú á að stefna upp á við, en ekki niður í klóakið, don't worry, be happy. Nei, þetta er búið. Þetta er búið. Hann er algjört fífl þessi maður. Hefur ekki hægt að selja hann? Ég skal reyna. Og það er einmitt þess vegna sem að ríkisstjórnin ákvað að boða til þessa blaðamannafundar, svo það fari nú bara ekki á milli mála hversu alvarlegt ástandið er, og til þess að beina þeim boðskap til þjóðarinnar að nú standi allir saman sem einn maður. Herði sultarólarnar og hætti að eyða efni fram. Við sjáum það glöggt hvert glæfraskapur í fjármálum hefur leitt okkur, og já, það verða leiða spurningar hér á eftir. Já, nei, ég er ekki með spurningu. Ég er með mjög áríðandi tilkynningu. Nú, já, gjörðu svo vel, komdu þá hér. Heyrðu, ég á bara að frétta það að það var að vera að opna nýja verslunarmiðstöð á Korputorgi. Það er víst alveg geðveikir prísar í gangi. Sko, geðveikir prísar. Halló. Það er blaðamann. En það... Í alvöru, er alveg geðveikir prísar. Í aðgerðapakka ríkisstjórnarinnar eru ýmsar uppástungur hvernig hægt er að færa sér ástandi í nið. Hér eru fleiri dæmi. Og þó sumir get ekki hugsað sér að skera niður lífsgæði sín, er alltaf hægt að finna ódýra leiðir til að láta líta út eins og ekkert hafi breyst. Kreppan er fín. Njótum hennar. En fyrst þetta. Yes, we need it very much, yes. You have to help us, yes. The krona is almost kaput, yes. Okay. And what are the conditions? Ég er að tala við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn. Yes. No, I cannot promise that. No. I'm very sorry. I cannot guarantee that. Okay, bye. Hann fór það. Ætla þær ekki að veita okkur aðstoð? Þeir setja bara svo óbóðslega ströng skilyrði. Hvaða skilyrði eru það? Að Davíð Oddsson haldi kjafti. Daginn. Já, Hildur, ég var að pæla. Eru þið með hérna, skal ég segja... Tveimurhærvél. Nei. Loftpressu? Nei, eru þið með svona lífverði? Lífverði? Já. Já, eitthvað hefur nú til að því. Þetta er nú úrvalið sem við erum með hérna. Okay. Þessir hér. Þetta er þetta mismunandi mótel þá eða? Já, þessi nú sko gammalt handrukkari til þú ódýrastur í leigu. Ok. Mér langar svo að berja þig. Tekur einhver tali. Hei, slakað á maður. Þú veist hvernig fór fyrir því World Class. Akkur vantar þið lífvörð?
Nei, ég meina, ég búinn að missa sko einkaþotuna og snekkjuna og búinn að fækka bílunum úr 7 niður í 3, þannig að ég meina, hvaða stöðu tákn er eftir? Já, ég skil þig. Vertu maður með mönnum, fá þér lífvörð. En hvað ætlar að gera, Jón? Þú ert búin að setja þjóðina á hausinn. Ég er ekki búinn að setja þjóðina á hausinn. Jæja, hvernig sem þú vilt orða það, gera í brækurnar, koma þjóðina á vonarvöl, koma þjóðina á kallanklaka, hvernig sem þú vilt orða það? Egil, sko. Ætlar að fara að vinna við skúringar? Nei, Kannski safna dósum til þess að selja svo þú getur borgað þeim sem að þú ert búin að hafa fé af? Nei, Egil minn, sko, það sem ég ætla að gera... Þið stuttbuxnadrengirnir eru búin að fá að leika ykkur með almannafé svo lengi þegar þið eru blindir, það kemst ekkert annað, sést ekkert annað, bara útrás. Egil, hlustaðu nú. Það er bara kominn tími til að ég fái útrás núna. Það er bara... Hvað áttu við með því? Egil. Hvað áttu við? Egil, komdu hérna. Rólegur maður. Egil, hvað er í gangi? Hvað er í gangi hérna? Sko, þú verður að borga þessa peninga tilbaka. Borga hvaða peninga tilbaka? Láttu ekki eins og hálfviti, Jón. Það vita allir að þú átt alveg hauga peningum. Sko, ég er ekki að fara að borga neitt. Heyrðu, heldur þessi hálfviti? Heldur þú að ég væri með þætti hérna í Ríkissjónvarpinu ef ég var einhver hálfviti? Nei, ok, fínt hjá þér, gott hjá þér. Ég er með mjög sterkar réttlætiskennd. Það er gott, það er fínt, það er gott. Hvað? Þú langar svo mikið að berja þig. Já. Ég ætla bara ekki að gera það. Nei, fínt. Ég ætla ekki einu svona bitch slappa þig. Allt í fína. Nei, ég ætla hins vegar að raskella þig. Þakka fyrir að koma í þáttinn. Nú ætla ég að fara í bíó. Vonandi er það að sína Abba ennþá. Mamma mía. Manni. Vonandi bara sing-along. Djúpt á hafsbotni hvílir leyndarmálið. Leyndarmálið Titanic. Og svarið við spurningunni hvenær er botninum náð, það er einmitt þar. Það átti að vera ósökkvanlegt. Allir sögðu Titanic er ósökkvanlegt og þess vegna héldu við bara áfram að djamma. Erum við ekki að sigla á of háum stýrivöxtum, Davíð? Það að kjafta því. Þeir eru allt og lágir ef eitthvað er. Nei, það er nú ekki. Ég er svona hækkað á hressilega. I'm the king of the world! Já, það er nú auðvelt við að segja svona, Jón minn. En hvað ætlar að gera þegar við siglum á ísjakan? Ætlar að kaupa hann? Ætlar að slá 500 milljarða króna lán og veðsetja íslensku þjóðinni upp í topp? Ég sagði bara I'm the king of the world. Já, þú segir nú annað þegar þú verður fann að vinna á liftari í bónus og fann að læra pólsku til þess að skilja fúkriðin sem að samstagsfólki eigi yfir þig. Svona lík. Hvað gerðist? Við sigldum á ísjaka. Það getur ekki verið, það eru engin ísjakar í kortunum. Hvaða kort ertu með? Ég tók 3 kort með til öryggis. Eitt frá Landsbankanum hérna. Eitt frá Kaupþing. Og eitt frá Glitni. Það getur ekki verið þessi öll að klikka. Ertu ekki með neinn sjókort? Sjókort? Nei, til hvers? Svo vitum hvert við erum að fara. Ef þið vildu vita hvert þið verða að fara, þá höfðu þetta ráð ykkur siglingafræðing. Býttu, ert þú ekki siglingafræðingur? Nei, ég er lögfræðingur. Já, ég verð að játa, ég er heldur ekki skipstjóri. Ég er dægulega söngvari. Hann fylgdi út höfum blái 17 ár og sjómennsku bunni hérnest á hár. Jæja, góði gestir, veislan heldur áfram hér borð í Titanic og eins og þið sjáið þá er þema dagsins allt á flútt í allstaðar. Ekki satt frá mér? Það er allt á flútt í allstaðar. Ertu lögfræðingur? Já. Nú þá er ekki furða þó illa farið að þetta er öll fagmennska. Sagðirðu fagmennska? Já. Ég skal sýna þér hvernig fagmennskan er hér borð í Titanic. Sjáðu hér. Hver er þetta? Og þetta er menntamálaráðherra. Lögfræðingur. Hver er þetta?
Þetta er iðnaðarráðherra. Líffræðingur. Hver er þetta? Félagsmálaráðherra. Flugfreyja. Hver er þetta? Samgönguráðherra. Íþróttakennari. Hver er þetta? Fjármálaráðherra. Dýralæknir. Svo verða álas af mér þó mér sjáist yfir 1 eða 2 ísjaka. Ætlar að hækka stýrivextina? Nei, ég þarf bara að gera þetta. Hann fór síðasti milljarðurinn. Nei, heyrðu býtu, þú vannst 17 milljarði síðasta spil. Já, en ég skuldaði sko 55 milljarðar. Já, þú varst búinn að selja mér skuldir. Já, þú notar hann þess að kaupa flugfélag sem er ekki einu sinni til. Strákar, sem ekki tætt það. Hver er ekki undir núna? Já, ég er krunk. Ég er algjörlega flók, sko. Já, ég er blankur svo sem. Heyrðu, nei, býðu, ok, heyrðu. Já. Ég get rætt að þessu. Ég rætt að þessu. Ok. Má ég spila með ykkur meðan að skipið brennur? Sekkur. Nei, whatever. Vitið þið af hverju allt er að fyllast af vatni hérna? Já, það var sko innifalli í fargjaldinu. Nú. Morgunverður og bað. Já. Ég eitthvað pening eftir. Pening? Þú fékkst allan peningin okkar þegar við lögðum að staði ferðalagið. Já, þú sagðist alltaf gamla með það og gera okkur öll rík. Það er breytt plön. Nú, hvernig það? Það snýst ekkert lengur það að gera ykkur rík. Það snýst eingöngum það að bjarga raskatinu á okkur. Hvernig þá? Það er að láta mig hafa þeirra pening, annars hvað? Annars bara sekkur skipið. Skipið er að sökka hvað sem er. Þetta er bara útúrsnúningur. Hey! Það var einn dýrgripur sem menn héldu hefði glatast endanlega með Titanic. Ómetanlegur og menn hafa leitað hans allar götur síðan. Íslenska krónan. Og ég gæti þess að hún komist ekki í þjófa hendur. Help! You bloody Icelanders! Get out of this boat! Get into the ocean where you belong! You bloody terrorists! Sorry, ég var að pæla sko. Má maður blása vestið í björgunarbátnum eða er þetta eins og í svona flugvélum? What? Nei, sorry, maður er bara svo vanur að ferðast í einkaþotum og svona. You piece of shit! Jæja, strákar, þetta lítur orðið gott. Það er allir farnir. Nei, við vorum ráðnir til að spila til klukkan 2. Samkvæmt kjarasamningi. Æ, það verður nú að fara að endurskoða þessa kjarasamninga. Hvað ætlar að gera, Jón? Ætlar að selja íbúðina í New York og hjálpa okkur að ná skipsflaggina hafsbotni? Ætlar að axla ábyrgð, selja einkaþotuna og kaupa einfaldan kamerabúning í staðinn? Hefurðu lesið ævintýra eigin eftir Ennett Blyton? Nei, ég hef ekki lesið hana. Í þeirri bók kemur fram að þú hefur falið 200 milljarða í lundahólu. Ég gefst upp, ég nenni þess ekki. Jón, nei! Jón, gerðu ekki dæmi eftir þessa útrásavíkinga. Flýr af hólmi! Já, áður að sekkundi bótt! Hann má ekki sleppa svona billega! Komdu með mér á hafsbott þar sem leyndarmálið geymist enn. Titanic. Myndin sem við höfum öll beðið eftir með skelfingu. Og fleira hefur Spaugstofan ekki til málan að leggja þessa vikuna. Farið vel með ykkur. Og farið sérstaklega vel með hvert annar. En við sjáumst aftur að viku liðinni. Sæla sinni.